Komið sæl og velkomin í hádegisviðtalið. Markaðarnir hér heima hafa verið mikið í umræðinu undanförnu og í gær þá birti Moody's matsskýrslu sínum lánshæfi ríkisins og hingað komin Björgvin G. Sigurðsson, viðskiptaráðherra, komdu sæl. Hvernig líst þér á þessa skýrslu? Við byrjum bara á henni. Mér líst mjög vel á skýrsluna frá Moody's þar sem að íslenska ríkið fær mjög góða einkunn eða lánshæfi mat íslenska ríkisins kemur mjög vel út og staða íslensku bankana er náttúrulega góð og íslenska ríkisins sem bakhjarl þeirra ef að til þrautarvara kemur eins og það kallað er mjög góð og það talað íslenska ríkið í Seðlabankinn geti ábyrgst bankana og lausafjárstöðu þeirra þó svo að mér þess að kemur til mjög alvarlegrar kreppu eins og það er talað en auðvitað náttúrulega er ekkert ríki sem getur staðið af sér einhverja langvarandi kreppur og krísur en svona allar eðlilegar hreyfingar og jafnvel djúpa dýfur á fjármálamörkuðum. Íslenska ríkið getur vel staðið við bakið á bönkunum og verið þessi bakhjarl þannig að skýrslan er mjög jákvæð, mjög ánægjuleg tíðindi núna þegar það hefur svona reynt á markaðina. En þessar vangaveltur það hvort að krónan sé hreinlega lítil fyrir bankana sem þeir fara þannig inn og hvað segir það? Já, það sem að Moody's fjallar og segja þarna að við stöndum ákveðnum krossgötum. Hvað varðar lánshæfismatið? Íslenska ríki getur staðið á bak við bankana í þeirri starfsemi sem eru núna eftir þessa gríðarlegu útrás og þessa einstöku siglingu sem hefur verið á íslensku bönkunum á síðustu árum. Hún er náttúrulega ævintýraleg, þessi margföldun og starfsemi út allan heim frá því að Búnaðarbankinn International opnaði fyrsta útibúið í Luxemburg fyrir tæplega 10 árum síðan. En Moody's veltir í hvort að myntsvæðið sé of lítið, við séum að fá sem nótum krónuna til að standa á bakvið frekari vöxt bankana erlendis. Það er svona svo pólitíska spurning sem að stendur aðeins eftir og hangir aðeins eftir loftinu eftir þessa umfjöllun og það er náttúrulega eitt af megin verkefnum íslenskra stjórnvalda núna og næstu mánuðum og misserum að skoða hvaða leiðir séu færar í þeim efnum og hvaða staða sé heppilegust fyrir okkur íslenska ríkið og okkar fjármálafyrirtæki því að til dæmis Kaupþing sem er stærsta fyrirtæki Íslands í dag, þetta er orðin gríðarlegur útvegur fjármálaþjónusta á Íslandi. En nú, þegar þú minnist á Kaupþinga þá hafa nú verið vangaveltur það í fjölmiðlum bæði hér og erlendis. Þessi Kaupþings á hollenska bankanum NIBC, það er verið að velta því fyrir sig hvort að þeir standi undir þessum kaupum. Hefur þú eitthvað verið að velta þessu fyrir þér? Já, ég er náttúrulega búin að fylgjast mjög grannt með því á síðustu vikum og mánuðum að því að að ræða feikilega stór viðskipti sem að breyta mjög miklu og það sem gerist er að annars vegar tvennt, íslensku bankarnir standa mjög vel, þeir standa betur en flestir bankar í heiminum og hafi í raun ekkert verið að gefa eftir á mörkuðum umfram til dæmis norrænu bankana. Landsbankinn skilaði frábær uppgjör í fyrradag, Glitnir ágætu í dag og svo framvegis, þannig að staða íslensku bankana er mjög góð, sterk og traust, þrátt fyrir það sem gengið hefur á. En skömmu eftir að tilkynnt var fyrirhuguð Kaupþings á NIBC, þá brestur á með lausafjárkreppu á alþjóðamörkuðum, það skellur á mikið gjörningaveður á alþjóðlegum fjármálamörkuðum og við blasir að möguleikar Kaupþings til að fjármagna kaupin og rekstur hins hollenska banka í framhaldinu voru miklu lakari en áður, einfaldlega gjörbreyttu stöðunni. Fjármálaeftirlitið er að fjalla um málið og það er fyrir fram að sjálfsögðu faglegt og ítarlegt mat og það er fundur þar að mér skilst núna í vikunni þar sem að þetta mál er aftur til umfjöllunar, hvernig sé því reiðir svo af þar, en auðvitað skiptir þetta miklu máli og nú er verið að leiða að getum að því í bresku pressun og víðar að þessi kaup mun ekki ganga eftir og það mun örugglega breyta heilmiklu með skuldatrygging ála bankana allra og svo framvegis ef að það verður ekki. Já, ég fyrir maður í það, hvað gerist þá ef að þetta verður ekkert af þessum kaupum? Það lítur að vera mikil áliðsnekkir fyrir... Nei, það er ekki áliðsnekkir fyrir Kaupþing. Í fyrsta lagi þá er í rauninni Kaupþing að því leytinu leiksoppur þessarar alþjóðlegu lausafjárkreppu. Hún brestur á skömmu eftir að þessi samningur er gerður. Þannig að Kaupþing lendir í þessu á þessum tíma. Ef að það verður niðurstaðan ekki af þessu verður
og bankarnir skuldatrygging álag þeirra batnar og staða þeirra batnar almennt út af þessu, þá það í sjálfu sér bara ágætt fyrir alla, en það var náttúrulega erfitt að dæma það fyrir en eftir að niðurstöðu náð, en það ekki áleysn ekki fyrir Kaupþing og fjarri lagi, það bara, má segja, eðlilegt í stöðunni. En þú talar að þeir lendi í þessum aðstæðum, en eiga einmitt ekki bankarnir að vera undir það búnir að lenda í slíkum aðstæðum? Jú, en enginn gat séð fyrir þær dýfur sem að urðu á mörkuðum í kjölfar bandarísku undirmáls húsnæðislánana og afleiðingana á lausafjárstöðuna á öllum mörkuðum heimsins og þá miklu dýfu sem markaðirnir tóku núna á síðustu mánuðum ársins og fyrstu dögum og vikum þessa árs. Það gat enginn séð það fyrir, hvorki greiningardeildir bankana en ekki einu sinni völvurnar sáu þetta fyrir og það var nú mikið sagt, þannig að þeir eru vel undir þetta búnir og þess vegna það fjarri því að vera áleysn ekki fyrir Kaupþing, heldur þvert á móti að það væri þá hugsanlega skynsamleg niðurstaða í málinu á mjög viðkvæmum tímapunkti. Þú sagðir hérna upphafið að ríkissjóður sé bara vel undir það búin ef að bankarnir fari langt niður og verði einhvers konar kreppa. Hefur ekkert tíma komið til greina að leggja til hliðar eitthvað skatttekjum okkar í einhvers konar sjóð, svona eins og Norðmenn hafa gert með olíusjóðinn til þess að vera enn betur undirbúnir líka kreppu, eða erum við bara ágætlega sett? Sko, við erum í rauninni ágætlega sett og þetta viðurkenning á því að stjórnvöld haldi mjög vel utan núverandi ástand og hafi mjög góða stjórn á málum. Einu blikurnar í rauninni sem eru á lofti frekari vöxtur bankana erlendis og þá ýmislegt sem hægt að skoða eins og aukin varasjóður eða formlegt samstarf á því myntsvæði sem bankarnir starfa á. Sem sagt formlegt samstarf íslenska seðlabankans og hins evrópska, þar sem náttúrulega stærsta starfsvæði íslensku bankana erlendis, það sem sagt á evrusvæðinu. Þannig að það ýmsar leiðir sem að við munum skoða í framhaldi af þessu sem að miðast að því að auka varasjóðin eða taka upp formlegt samstarf sem sagt á milli íslenska ríkisins og starfsvæðis bankana eins og Moody's bendir á í skýrsluna sé heppilegt að gera. Þannig að við munum bregðast við skýrsluna þessu leyti. Það að áframhaldandi vöxtur geti komið ítt undir þá stöðu að lánshæfismat ríkisins veikist og þá þarf að skoða ýmsa kosti. Svo náttúrulega stóra spurningin í framhaldinu sú við hvaða ástand við ætlum okkur að búa í gjaldmiðilsmálum. Það uppi það að búa bara áfram við núverandi ástand sem að hefur og vinna út frá því. Hitt að skoða aðild að myntbandalaginu. Þriðja einhvers konar tenging krónunar við evru og frekara samstarf á myntsvæðunum milli íslensku krónunar og evrusvæðisins. Þannig að það eru ýmsar leiðir færar og í þessu samhengi þá gerðum við í viðskiptaráðuneytinu samning við háskólana í Reykjavík og háskólana á Bifröst að rannsaka sérstaklega áhrif evrunar og fjölmyntarsamfélagsins á þessa þætti, fjármagnsmarkaðinn, vörumarkaðinn og samfélagið almennt. En það hefur líka verið, leitt getum að því að það verið velta fyrir sér hvort að íslensku bankarnir þurfi á hreinlega á einhverjum tímapunkti eða vilji á einhverjum tímapunkti fara hérna. Hvaða áhrif myndi það hafa ef að bankarnir færu úr landi? Það myndi hafa afleidd áhrif. Þetta eru náttúrulega kjölfesturnar í okkar samfélagi í dag að mörgu leyti bankarnir. Fjármálaþjónustan orðin svo umfangsmikil starfsgrein á Íslandi, skilar okkur milljarðatugum í tekjur á hverju ári, bæði beint og óbeint. Hundruður eða þúsundur Íslendinga starfa fyrir bankana. Þetta eru vel menntað fólk, þetta eru hálaunastörf. Það eftirsóknarvert fyrir Ísland og okkur sem stjórnvöld að byggja þannig undir bankana að þeir geti verið hér áfram, vaxið og dafnað og gert út allan heim. Þannig að ef eru blikur á lofti áframhaldandi vöxt bankana og Ísland sem bakhjarl þeirra og svo framvegis, þá okkar að bregðast við þannig að þeir geti verið hérna áfram að því að það væri áfall að missa bankana í burtu og það munum við ekkert láta að gerast. Við munum búa svo hnút að þeir verði hér áfram og þeim vegni hvergi betur en hér. En hvernig getið þið gert það í rauninni? Tökum við eins og dæmi sem Kaupþing. Ef að þessi kaup á hollenska bankanum gangi í gegn þá nú mjög líklegt þeir fá heldur ekki að gera upp í evrum eins og þeir hafa kosið, ekki nema að því að það voru nú eina skilyrðinu fyrir að það mál er frágengið. Já, að það er frágengið. Það er greinilegt að þessi stóru fyrirtæki þau vilja gera upp í evrum
einhver hluta vegna það hentar betur þeirra starfsemi. Þannig hvað það sem að þið geti gert til þess að halda í við og það í rauninni, eins og blasir við mér sem leikmanni, að ef þeir vilja gera það, að þá hlýtur bara næsta skref að vera að fara. Nei, sko málið að það ekki bara þau vilja gera upp í evrum þar sem þeirra starfsrækslu miðill mestuleyti evrur heldur eiga þau að geta gert það mjög auðveldlega ef þau ná tilteknu marki, þannig að starfsræksla þeirra á þeim því þurfi ekki bara að lækka það? Jú, það nefnilega má vel vera og núna áramótin tók til starfa starfshópur á mínu vegum sem að Jón Sigurðsson, fyrrverandi viðskiptaráðherra og bankastjóri og núverandi formaður stjórnar fjármálaeftirlitsins sem skipaði líki það hlutverkum áramótin og að endurskoða þessi lög annars vegar skráningu hlutafjár í erlendum myntum og uppgjör í erlendum myntum og svo þeirri vinnu miðar mjög vel, henni verður bara lokið á næstu dögum og vikum, þannig að við erum að bregðast þessu núna, þannig að þessi ferill geti gengið mjög einfaldlega og örugglega fyrir sig og sé fyrirsjáanlegur, annarkot fyrirtækin standi bara þannig að á þessum tímapunkti geti þau gert upp í erlendum myntum og það sé ekki deilt. Þakka þér kærlega fyrir það, Björgvin, og hádegisvitalinn þá lokið, verið sæl.